við höfum smíðað minni þrep og til þess að auðvelda okkur gönguna upp á milli þrepa. Og þau eru líka 7. Og fyrsta skrefið hérna niðri, það er grátt og það heitir að uppgötva stöðu. Hérna er ég sem sagt búinn að reyna að stækka litlu þrepin aðeins og svo ég geti gefið þeim nafn. Þannig að þetta fyrsta hérna niðri heitir að uppgötva stöðu. Það næsta heitir að skoða sig í stöðunni og síðan kemur að reyna að aðlagast, taka ábyrgð, skoða leiðir, velja leið og framkvæma. Þetta eru nöfnin á litlu þrepunum hérna. Og ég ætla aðeins að minnast líka á þessa liti hérna, grátt og þannig að allt sem er grátt, það er með sömu orkuna í sér. Hvort sem ég er að tala litlu þrepin eða stóru þrepin eða fyrsta verkefni eða annað verkefni eða eitthvað. Það er sem sagt til dæmis mínuspóllinn í ánauðinni er sjálfsblekking. Mínuspóllinn að uppgötva stöðu er sjálfsblekking og mínuspóllinn í að skoða sig í stöðu er ótti við að taka skuldbindingar og forðast það og þannig að þessi litakóti fyrir mér finnst það þægilegast þegar ég veit að ég er að vinna með eitthvað sem er blátt, þá veit ég að það fylgir því samviskubit og tímapressa og svo framvegis. Þannig að maður lærir að þekkja orkuna í hverju þrepi og það hjálpar manni svolítið að vera þar ekki lengi. Þetta er allt á námskeiðinu og maður bara bíða þangað til þið farið á það. Þannig að við erum búin að horfa hérna á að uppgötva stöðu sem er heimaverkefni ykkar. Það er og þar finnur maður þennan fyrsta kassa frá leiðinni frá því að vera ekki að gera neitt yfir komast upp í ánauð og svo komið það aftur hérna að fara uppgötva stöðuna, hvernig maður kemst frá ánauð upp í óreiðu og svo uppgötva maður stöðuna, hvernig maður kemst frá óreiðu upp í skuldir. Þannig að í rauninni þetta þá svona. Þannig að nú erum þið búin að gera heimaverkefnið og þið erum búin að uppgötva stöðu og staðan sem þið uppgötvuð er einhver af þessum upphafsstöðum hérna. Að fara frá ánauð upp í óreiðu eða frá óreiðu upp í skuldir. Þá er bara spurningin hvar sem sagt á eiga ykkar fjármál heima. Og þegar þið búin að uppgötva stöðuna þá er hægt að fara hérna på næsta þrep sem þessi rauði litur að skoða sig í stöðunni og það er þá það næsta. Þannig að núna erum við búin að finna okkur einhvern ákveðinn stað hérna. Við vitum hvar við eigum heima og þá kemur næsta skref í vinnunni. Skoða. Nú ætla ég að prófa þetta lítið. Og ég gaman að vita hvort það tekst. Sko, réttu viðfangsefnin í upphafi, það er að uppgötva stöðuna. Og nú erum þið búin að því. Og þar segi ég að mínuspóllinn sem ég set mínuspól á og ég set plúspól á. Þannig að mínuspóllinn, það er það sem heldur manni föstum á staðnum
hún kemur í veg fyrir að ná árangri. Sjálfsblekking, kannski er sjálfsblekkingin svo, það þýðir ekkert að vera að standa í þessu, þetta er ekki hægt. Og meðan maður trúir því þá gerir maður náttúrulega ekki neitt. En svo fóruð þið og gerðu verkefnið og fundu sannleikann. Þegar horfið tilbaka getið þið séð að það hafi verið sjálfsblekking í gangi. Svo komum við upp á næsta stig sem er þá núna þegar við erum búin að uppgötva stöðuna. Þá getum við skoðað okkur í stöðunni og þegar maður er að skoða sig í stöðunni þá forðast maður skuldbindinguna. Og þannig að þá ætti ykkur að líða þannig núna hvað er hann að vesenast með alla þessa stiga og tröppur, ég ætla hann ekki bara að koma sér að efninu, ekki drífa þetta af. Það sem við ekki að laga fjármálin. Það kunni hann að hlaupa upp og niður einhverja stiga. Þannig að maður kemur ekki tíma til að standa í því að vanda sig. Koma sér vel fyrir, finna réttu verkfærin, finna réttu aðferðirnar. Það gengur allt hratt ef maður gerir það. En svo sem er með rauða litinn, óreiðan, hann hefur ekki tíma fyrir það. Hann er enga þolinmæði fyrir þessu. En við það sem við ætlum að gera, við ætlum að velja það að vanda okkur og gefa okkur tíma í undirbúninginn. Já, hvernig líður ykkur? Það er sem sagt plús og mínus póll á hverju einasta þrepi. Og skoða sig í stöðunni er alltaf með þessa sama mínuspólinn. Sem sagt, maður vill forðast þessa skuldbindingu. Þangað til maður mélur, nei, já, ég ætla bara að gera þetta almennilega. Og það sem að þið eru þá að fara að skoða núna, nú berið þið bara fjármálin eitthvað sama við lýsingarnar sem að heyrið á námskeiðinu eða það sem ég er að segja núna og segja, ok, já, ég er hérna, ég er ennþá með vanskil, ég er ekki bara að ganga frá þeim, þannig ég er að fara hérna á leiðinni í jafnvægið. Ég er komin á minn stað og eina sem ég er að fara að gera á næstu vikum og mánuðum er að vinna mig frá mínuspólnum upp í plúspólnum á þessu eina þrepi hérna. Og ég mun vita þegar ég er búin að því og þá fer ég á næsta og svo fer ég á næsta og þá fer ég á næsta. Þannig að með því að skoða mig í stöðunni kom ég mér á réttan stað og ég veit hvers eðlis vinnan er. Já, það eru leiðbeiningar það að ég er að fara að ganga frá vanskilunum. Þau verða ekki vanskil þegar ég komi hérna og svo framvegis. Ég ætla nú ekki að fara að halda allt námskeið núna en minnumst á þetta. Og þannig að þá lítur þetta bara eitthvað svona út. Við gáfum okkur tíma og tryggðum þar með að við erum komin á réttan stað og tryggðum ennþá betur og við værum að fást við réttu viðfangsefnin. Við erum að vinna með fjármálin okkar út frá réttum forsendum og leiðin til velgengni, námskeiðið úr skuldum í jafnvægi er þar með réttu verkfærin. En nú þurfum við að sjá hvernig við útfærum þetta í raunveruleikanum og skoðum sem sagt vinnuaðstöðuna sem er það fjármálaþjónustan. Upplifunin af því að skrá sig inn í fjármálaþjónustuna getur verið einmanaleg og maður er bara einn að vinna eitthvað verkefni sem eru þarna á netsíðu. En mig langar að horfa á þetta aðeins öðruvísi og þess vegna ætla ég bara að horfa á þetta eins og þetta sé eitthvað hús. Og þegar við göngum inn í fjármálaþjónustuna þá göngum við inn í eitthvað hús. Hér er kona sem hefur ákveðið að ganga til liðs við fjármálaþjónustuna og gengur þarna inn og við skulum bara sjá hvernig tekið er á móti henni. Þarna er hún alein í tómu húsi. Ekkert að vera og ekkert fólk.
þetta ekki rétt. Þetta hús fullt af fólki. Við bara sjáum það ekki. Þetta svo kallað huldufólk. Reyndar svo mikið af fólki að við kalla þetta hulduherinn. Við erum með heilan hulduher til þess að hjálpa okkur. Fjármálin hjálpa okkur, allar fylgja okkur upp allan stigann. Já. Við skulum byrja aftur á þessu. Já, sjá hvernig þetta fer. Hér kemur þessi kona, gengur inn í fjármálaþjónustuna, labbar á þjónustuborðinu og skráir sig inn. Katrín tekur vel á móti henni og lætur hann hafa þennan fólder. Ekkert annað. Það eina sem hún fær þessi fólder. Og þar með hún komið aðgengi að fjármálaþjónustunni. Það engin aðgengi að því sem hún geymir í þessum fólder. Þarna geymir hún sín sín einkamál, sín fjármálin sín eða hvað annað sem hún vil deila þarna. Hún getur reyndar búið til heilan heim innan í þessu fólder. Og hún hefur aðgang að mjög mikið af verkfærum. Það eru ótrúlega mikið af verkfærum. Það hægt að búa til vídeó og það hægt að endalaust af forritum sem hægt að skapa. Og þau eru bara öll frammi í fjármálaþjónustunni. Og hún bara hér með sína möppu. Svo getur vel verið hún velji að deila einhverju með einhverju. Kannski deilir hún fjármálunum með ráðgjafa sínum þegar hún óskar eftir ráðgjöf. Og kannski óskar hún eftir einhvers konar stuðning þannig að þessi fylgst með henni í ákveðinn tíma. Og henni send verkefni og þá deilir hún á því tímabili einhverju með ráðgjafa sínum. Og þannig að við bara ímyndum okkur það að fólk sé mest bara í þessum hluta sem heitir fjármálaþjónustan. Þar öll tæki og öll tól sem hægt að nota fyrir hvað sem er. Maður bara í fjármálaþjónustunni, það kostar þetta á ári og svo þegar mér sjálfri hentar þá skrái ég mig í eitthvað. Og með það að vera í fjármálaþjónustunni þá maður líka að fá allar upplýsingar um hvað í gangi, hvað við boði, kemur bara póstur og og þetta í rauninni mjög einfalt. Já. En einmannalegt, segir fólk. En við skulum skoða þetta aðeins betur. Þetta ekki alveg svona einmannalegt. Það huldufólk. Þannig að sem það nú fann að sjást ekki. Sjáu fólki hérna. Þannig að það eru fólk hérna í óreiðuhópnum. Allir þeir sem eru hafa fengið greiningu óreiða, þeim safnað saman hérna á e-mail-lista og sá listi geymdur hér í þessum hóp. Óreiðan fær netfang, póstfang. Ég ekki búinn að búa það til, en það gæti orðið óreiða@LTVF eða skuldir@LTVF eða jafnvægi@LTVF. Þannig ef að þið eruð hérna, ef þú ert að vinna hér í óreiðinni, þá veistu að það hópur. Þú ert hluti af hóp ef þú kærir þig um það. Og nú ert þú að vinna hér og lendir í einhverju vandræðum sem þú gera, þá getur þú bara skrifað póst á óreiða@LTVF og sagt: ég í vandræðum með þetta, einhver hér sem getur hjálpað mér? Og þá finnur hún hulduherinn. Þá allir hinir í hópnum sem svara henni og segja: sjálfsögðu getum við hjálpað þér. Ég hef lendið þessu, ég kann þetta, ég skal gera þetta með þér. Og svo eru aðrir í hópnum sem segja: ég kæri mig ekkert að blanda geðið aðra, ég vil bara fá þér í friði hérna.
og þá bara svarar hann ekki póstinum, enda er pósturinn ekki sendur á hann, hann er sendur á hópinn. Þannig fáum við jafningjafræðslu, þannig hjálpumst við að, þannig myndar samfélag sem er að hjálpa hvert öðru. Og svo er það þeir sem að minnst mega sín, sem ekki geta borgað fyrir neitt. Þeir koma inn og eru kannski ekki mikið að skrá sig í einhverja hópa eða einhver námskeið. Þau eru bara í fjármálaþjónustunni, og fjármálaþjónustan, hún er líka þá með því að tvangfjármálaþjónustan að LTVF, og það geta þeir sem eru í fjármálaþjónustunni ekki tengd við neina hópa, þá getur þeir sent bara póst þangað, getur einhver hjálpa með að fylla út ársífilitið, og þá fer það á alla hópana. Allir viðskiptavinir fjármálaþjónustunnar eru þessum hluta, og allir fá póst, og svo bara svarar einhver eða ekki. En ég hef mikla trú á því, og þetta er stór hluti af draumnum, að fólk eigi eftir að hjálpast að. Já. Þannig að einfalt og í grunninn ódýrt, af því að þú getur farið rólegur í sumarfrí, þú þarft ekki að vera að skráði einhverju mánaðargjaldi í einhverju á meðan. Þú ræður hvað mappaðinn er staðsett og hversu víða. Þú bara ert með hana í fjármálaþjónustunni á meðan þú ert að gera eitthvað annað. Skráir þig inn og út úr úrræðum eins og þeir listir. Eitt til dæmis, þegar þú ert að byrja að læra eitthvað, þá ertu byrjandi, þarft mikla hjálp, þarft mikla aðstoð. Svo þú ert búin að skilja hvernig á að vinna verkefnið, þá gerist þið iðkandi. Þarft ekki hjálpina, en ertu að ástunda það, þjálfa þig, þangað til þú skilur það. En þú skilur það ekki til fulls fyrir þú kennir einhverjum öðrum það. Þannig að fyrst ertu byrjandi, svo ertu iðkandi og svo ertu kennari, þannig að þú munt svara póstunum og hjálpa einhverjum sem þarf að þinni þekkingu að halda. Já, þetta er sem sagt úrræðið